Góðir áhörfundur, velkomnir í 91. þáttin af Sjónvarpslausum 50. Það hér komið undir lok júlí, við erum sólarhring á eftir áætlun með upptöku þessa þáttar. Það föstudagskvöld, það margt búið í gangi í vikunni, ólympíuleikarnir, setningarathöfnin var áðan, þannig að það að mörgu að hyggja og margt að horfa á. Þetta virðist ætla að verða sumarið þar sem maður horfir á íþróttir, þar sem rigning miðað við setningarathöfnina. Sigmundur, fylgdustu með henni? Já, svona einhverju leyti. Þetta var allt hið mesta furðuverk og ég held að sá maður í heiminum sem kannski ánægðastur með þessar setningar að það sé Rishi Sunak sem hlýtur af að hugsa að kannski var þessi fundur ekkert svo slæmur hjá mér þannig að þetta Downing Street þegar hann var niðurringdur. Því að það var margt skrítið í þessu en við fengum aðeins að sjá Íslendingana og þetta það sem hann býður alltaf eftir að sjá okkar fólk sem að var fremst í stafni á bát niður seglum og við óskum þeim auðvitað allsins besta, góðs gengis á þessum leikum. Já, það því Anton Sveinn McKee, hann fyrstur keppanda að spreyta sig, það ekki bara á það bara á hindaginn held ég sem hann fer í fyrsta sundið sitt. Jú, algjörð toppmaður og við ætlum ekki að setja mikla pressu á hann en hann svona einn helsta von okkar Íslendinga á þessum leikum. Já, það pláss í medalíukössunum okkar. Já, það reyndar eitthvað sem við mættum ræða við tækifæri og við þurfum að standa betur með íþróttafólkin okkar, koma fleirum á ólympíuleika, vinna fleiri medalíur en forgangsröðunin hefur einhvern veginn ekki verið alveg í þágu íþrótta. Það annað sem að hefur verið ofar á listanum hjá stjórnvöldum undanfarin ár. Já, maður sér bara hvað þetta hefur mikil áhrif svona til hvatningar fyrir ungt fólk að og ekki bara í þeirri íþrótt sem árangur næst heldur bara þetta svona sýnir fólki hvað hægt hverju hægt að áorka ef menn leggja á sig vinnuna og halda svona aga og einbeitingu. Og að því ég sitt nú hérna í Stykkishólmi núna þá man ég bara vel hversu mikil áhrif það hafði á bæjarfélagi þegar körfuboltaliðið var hér í toppbaráttu og vann Íslandsmeistaratitil á sínum tíma og þar fram til göttunum. Og áhrifin ennþá meiri þegar landslið eða afreksíþróttamenn vinna glæsta sigra. Já, og ef Stykkishólmur, sá litli en fallegi bær, getur búið til Íslandsmeistara, þá hljótum við að geta búið til meistara til að senda ólympíuleika. Já, það ég held að ég var nú að rifja upp í einhverju samhengi nýlega hversu margir góðir sundmenn svona á þeim tíma sem að ég var krakki voru að koma frá sveitarfélögum það sem var bara 12,5 metrar en ekki 25 metra eða 50 metra lög eins og keppnislaugarnar voru þá og eru í dag. Og þannig að þetta allt hægt ef hausinn á réttum stað og æginn til að sinna æfingunum og ætla sér að ná árangri, rétt eins og menn ættu að hafa agan til þess að ná slíkum árangri á öðrum sviðum, hvort sem það í námi, viðskiptum eða í því að ná stjórn á ríkisfjármálunum. Já, bara á öllum góðum sviðum. En það ekkert gæfulegt þegar menn orðnir feimnir við fánan, íslenska fánan. Ég heyrði hér á Bylgjunni í ágætu viðtali um íslenska fánan. Við þurfum að flagga honum meira. Já, það ég held að það sé alveg einnar messu virði að svona aðeins að setjast yfir hvort ekki sé skynsamlegt að svona liðka aðeins eða svona létta á þessum stífu notkunarreglum sem viðhafðar hafa verið lengi. Ég held að við ættum að hafa það sérstöku markmiði að það væri flaggað víðar til að mynda hvað opinberar stofnanir varðar og þá sérstaklega kannski þetta Alþingi, Hæstiréttur og slíkar stofnanir en sömuleiðis bara auðvelda fólki, almenningi að flagga. Ég held að til dæmis væri alveg hægt að útfæra það þannig að fáninn mætti blakta við hún yfir nóttina ef án þess að það væri verið að svona leggja veði virðingu fánans sem svo má segja. Ég held að það yrði bara til þess að almenningur notaði fánastangirnar sína meira og þær eru settar upp víðar. Já, það hlýtur hægt að finna einhverja
eðlilega blöndu af þessu virðingunni og nýtingunni. Hann fór allavega mjög vel þarna í stafni í bátnum á Signu í dag og svona bjargaði því sem bjarga varð með þessa setningarathöfn. Já, já, akkurat, akkurat. Það var nú svona ýmis furðuatriði þarna, sýndist mér í hérna svona í umhverfinu á meðan Já, athöfnin var í gangi, en við hérna, ég nenni ekki að fara út í það en það eru fleiri furðuatriðin. Það er sagan Mannréttindastofnun VG heldur áfram. Þetta að verða þeim mesta skemmtun fyrir okkur að eiga í samskiptum við fyrst þingmenn og síðan starfsmenn Sjálfstæðisflokksins sem að sita sveittir við það dagana langa að verja það að þessi stofnun sé orðin til og eru núna búin að samfærs að þetta hefur bara ekki verið hægt annað, við hefum verið bundin að þjóðarétti að gera þetta en það datt það við sem ekki nokkrum manni til hugar að nota það sem rögg í málinu fyrir en eftir að búa að samþykkja frumvarpið þegar menn áttuðu sig á því að það var verið að skamma þá í öllum hópnum. akkurat, það var fyrst þá sem að sú skýring kom fram og ég byrjaði nú einhvað á að svona reyna já, útskýra fyrir mönnum hvað snýr upp og niður í þessu og svo tókst þú aldeilis við kyndlinum svo við vísum aftur í Ólympíuleikana og hefur ég leiðrétt allir nokkrar greinar að því marki að nú eru þingmenn flokksins farnir að útvista verkefninu Já, að reyna að viðhalda sínum sérkennum skýringum á því hvernig þetta allt snýr. það kom mikill hlemmur af texta frá Helga Brynjarsinni Níelssonar, starfsmanni þingflokksins í fyrradag á Vísi. Það sem hann svona reyndi að leiða því líkur að við værum hrjáðust að einhverjum miklum misskilningi og þetta var ég held að 1100 orð ég bara ekki, þegar maður þurfti að setja sig í sérstakann gír til að nenni í gegnum þetta því að þegar á reyndi var þetta allt bara endurtekningar og samantekt en það er kannski verkefni sem honum hefur verið fengið. Líklega og ég hef nú ekki vitað þessari grein nema ég sá að Brynjar Níelsson deildi á Facebook síðunni hjá sér og var nú byrjaður og búinn að skrifa ágætið svar til Brynjars með hinum ýmsu leiðréttingum, bara svona til þess að Brynjar vissi hvað væri rétt og rangt í málinu. Þá var bent á að svo sem hefði skrifað greinina væri sonur hans og þá kunni ég nú ekki við að vera að setjast á greinina á síðu Brynjars að við nú forðast að var einhver svona fjölskyldupál. Já. Umsérað starfsmann þingflokks Sjálfstæðisflokksins. En þetta var eins og segir meir og minna endurtekningar á þessum sérkennilegu skýringum. En það sem stóð þó upp úr var þessi sérkennilegi áhugi þingflokks Sjálfstæðismanna á að vilja eigna sér Mannréttindastofnun VG. Eða minnst að kosta að leyfa VG ekki að eiga hana einir. Nei, þetta er ótrúleg afstaða sem það er að dragast fram hjá þeim. Já, og þeir vilji sko ekki síður eiga heiður af byggsinu og svo kom eina af mörgum margnótuðum skýringum. Þetta er svo ódýrt maður. Þetta er svo ódýrt. Þetta er ekki hvað svo þeir 20 og hvað milljónir? Ja, 40 og eitthvað á ári segja þeir sko. 43,9 en hver trúir því? Það er bara eins og dellan þegar sko samrænda móttaka flóttamanna átt að kosta 23 eða 25 milljónir eða hvað það var á ári sko. Sem sko bara viðbótarkostnaðurinn á milli ára var síðan 800 milljónir. En við rættum þetta margoft í þinginu og bentum þeim á þetta er einhver vitleysa. Þeir eru að innleiða kerfi þar sem að mörg þúsund manns eiga sömu réttindi og greiðslur á Íslandi og 24 fengu að meðaltali á ári lengst af frá 95 til 2019 og þið telja að þetta kosti 21,4 milljónir eða hvað var fyrst. Já, akkurat. Að lokum þá leiðréttu það. Þeir farið upp í 41. Já. Endaði í 800 sko bara viðbótarkostnaðurinn, ekki heildarkostnaðurinn. Og það var ekki tekið með í reikningin sko allur tannlæknakostnaðurinn, greiðslurnar, íbúðurnar, allt þetta. Nei. Heyrðu, en varðandi kostnaðinn sko, þá þótti mér aldrei krúttlegt
að Helgi Brynjarsson skildi sko setja í samhengi við það að kostnaðurinn væri svo lítill að það væri sko minni kostnaður að þessu fyrir ríkissjóð heldur en af þessum auma þingflokki Miðflokksins sem væri dýrari á fóðrum heldur en þetta frumvarp á ári. En það var nú einhver sem skauti að mér að sko býtu hvað kostar sko starfsmannahjörðin hjá þingflokki Sjálfstæðisflokksins nú Já, stundir. já. Svona ef menn vilja fara í þennan samanburð. Þetta er ekki eins og meðalstórt fyrirtæki. Ég ætli þessi ekki sex, ég er þó ekki alveg viss en það er allavega dágóður hópur já, þeir klömbruðu saman þessari grein Já, já. þó að hefði nú svona kannski verið hægt að setja á svona eitthvað meiri brott í hana heldur en í svona formis rosalega langra samantektar. Já, já. En, Fyrir en utan það sem að varðir í þingflokk Miðflokksins er þetta sparnaðar sko. Já, akkurat. En sko það er áhugavert að Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður sem að svona tók nú þennan slag framan af að eigna Sjálfstæðisflokknum Mannréttindastofnun VG, að hún virðist hafa ákveðið að kalla þetta gott og flautað inn starfsmann sinn. Og en Hildur kannski kemur aftur tvíeld einhver tíman í ágúst og tekur upp þráðinn það sem frá var horfið. En sko verður samt ekki aðeins líka sko hafa í huga sko bara hvert er Sjálfstæðisflokkurinn kominn þegar sko hann telur helst ástæðu til þess að ráðast á þingmenn og þingflokkin okkar í þessu samhengi fyrir það að reyna að gæta ráðdeildar í ríkisrekstri og aðhalds hvað útþenslu báknsins varðar. Já, já. Það er rosalega skrítin staða sem flokkurinn finnur sig í. Talandi þetta hvort tveggja, það kom fram í þessari grein þar sem ég hafði séð einu svona tvisvar eða þrisvar frá Hildi og þeim áður að þetta væri ekkert svo mikið mál með þessar valdheimildir stofnunarinnar. Jú, hún fær að krefja öll fyrirtæki bara allar upplýsingar sem að þessi stofnun geti viljað til þess að reka sína stefnu og sitt eftirlit. En á undanförnum misserum er búið að gefa svo mörgum öðrum stofnunum svo mikil völd að þetta er bara smá viðbót, sér ekki að svörtu. Já, þetta er alveg já, óskiljanlega nálgun, svo bara maður orðið hann bara eins og það slær mann. En svo verð ég að skjóta í eitt líka við ætti krúttlegt hjá Helga að hann laði það til að það sem við virtumst ekki skilja sko textan 33. greinina sem að öll þessi þvæla er sögð byggja á að mati Sjálfstæðisflokksins sem auðvitað misskilningur að ég hefði ekki birt nema sko helminginn af henni eða sleppt 53 orðum öllu heldur í grein sem ég skrifaði. En þarna kom hann upp sig, hann hafði greinilega ekki nefnt að lesa hina greinina. Það sem ég sagði nú frá því að ég hefði sleppt þessum 53 orðum bara því út af plássleysi, pislaformið í Morgunblaðinu er svo knappt, en þá birti ég í seinni greininni það sem upp á vantaði og þar kemur auðvitað ekki heldur neitt fram að þessi skylda til stofnunar, ríkisstofnunar eins og þessarar sé til staðar. En Helgi er ábyggilega búinn að lesa hana núna og því hann klúðraði þessi í greininni. En í þessu samhengi var hann að tala sko að lesskilning okkar vantaði og lagði það til að við erum látnir undirgangast einhvers slags PISA-próf til að fá úr því skorið hvernig stað okkar er í þeim efnum. En við því er það að segja að Sjálfstæðisflokkurinn hefur auðvitað komið málum þannig fyrir í ríkisstjórnum sínum að niðurstöðu PISA-prófa gildir algjör trúnaður og við fengjum aldrei að vita hverjir hæfileikar okkar og lesskilningur hvernig hann liggur. Þannig að Helgi verður að koma með aðra tillögu fyrir okkur því að PISA-prófið er haldið í viðlíka þagnarbindindi og 110 ára skjölunum þarna sem voru í umræðin einhvern tímann. Já, já. Og ef við erum fórnarlömb menntakerfisins, þá var það kerfið á meðan það var fyrirlist miklu betra og skila meiri árangri heldur en í tíð þessari ríkisstjórnar. Já, akkurat. Mér dettur nú bara eitt í hug með tölum saman af því að Helgi gagnrýnir kostnaðinn af þingflokki Miðflokksins sem er nú hóflegur með okkur tvo samanborið við 17 þingmenn Sjálfstæðisflokksins. En Diljá Mist Einarsdóttir hefur lagt fram prýðismál að minnstakosti einu sinni held tvisvar þar sem að hún leggur til að það sé svona aðeins þrengt að útstreymi peninga til stjórnmálaflokka og það er nú alveg spurning hvort við bara svona setjum sem minnispunkt hjá okkur að ræða við Diljá áður nú leggur það fram að hausti að það verði sett þak á fjölda starfsmanna
flokka, já, þingflokka. Ég held að sko að það á einhverjum tímapunkti hætta viðbótar starfsmennir að gera mikið gagn, en ég reyndar held að Helgi Brynjarsson sé toppmaður og þó hann hafi aðeins svona kannski átt að leggja meiri vinnu í þessa grein sína. já, já, eflaust, örugglega er hann það eins og hann á kyn til. En, en hann hefur fengið þannig einhver afganga frá Hildi og þurft að vinna úr þeim og svona meira og minna bara endurflutt. Það sem hún sagði eins og þetta gamla haldreipi að þessi stofnun hefði orðið til að koma til móts við fatlað fólk Já, já, sem var náttúrulega löngu búið að útskýra að væri tómvillisa og svo bara sagan og hvernig þetta var til sem að meiri sé að þáverandi dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins og núverandi, hvað er hún, háskóla eitthvað, var búin að státa sig af að hafa stoppað sko. já, já, og það var nú Þetta er þannig rauninni, þá hefði þetta verið óþarft mál. já, já, sko Þetta Áslaug Arna útskýrði sagði annar það. ráðherra, þetta útskýrði ráðherra Sjálfstæðisflokksins, þetta hefði verið óþarft mál og hún hefði tekið það af Já, málefnaskrá. já, og þetta var bara núna 2. júlí síðastliðin, sko. Já, já, Þá segir já, Áslaug Arna, já bara, ég vildi ekki stofna þessa stofnun og ég beinlínis tók málið af þingmálaskrá minni sem dómsmálaráðherra. Svo var sko já, málaflóttum, sko, hann var hrifsaður yfir til Vinstri grænna þegar ríkisstjórnin var skrúið saman aftur þarna 2021. Og það er já. nefnilega það sem skiptir miklu máli í þessu, að engin dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins síðan 2016 hefur lagt fyrir þingið að setja þessa stofnun á laggirnar. Þannig að það að menn allt í einu skriðu upp úr bönkarnum sínum núna og segi, já bara, við bara verðum að gera þetta, við erum bara bundin að þjóðarétti. Þetta Já. stenst enga skynsemisskoðun, þetta er allt einhver vitleysa. Og Auðvitað er það vitleisa, en það verður þetta mál kynnt sem liður í mastu hattusnámskeiðunum. heldur þú að Óli Björn Kárason, sá grandvari maður, hefði setið hjá við afgreiðslu málsins, hefði einhver nefnt við hann að það væri löngu búið að skuldbinda landið að þjóðarétti til að innleiða þetta? Þetta ekki. Nei, nei. Hann greiddi ekki atkvæði með dellu málinu, sko. Þannig En að þú manst fyrirverandi þingflokksformaðurinn, sko. hver var flutningsmaður málsins með Ágústi Ólafi, Já, 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 já. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, þessi sami síðar dómsmálaráðherra sem tók sem málið að af málaskrá sinni, tókmálaskrá var af sko því að meðflutningsmaður að þingsályktuninni 2019 sem já, að Hildur Sverrisdóttir og Helgi Brynjarsson halda núna fram að hafi sko fest okkur á einhvern krók í þessu máli. Þetta já, stenst enga skoðun. nei, auðvitað gera það ekki. Og sko Auðvitað gera það ekki. ég rendi nú, það hefur nú verið smá fyrirvara á þessu, en ég svona hraðrendi í gegnum umræðurnar málið og mér sýnist ekki, það er nú mikið kvartað yfir bakslagangi í okkur gagnvart málinu, en mér sýnist enginn hafa sko nefnt þetta í neinu samhengi á neinum tímapunkt umræðurnar, hvorki í fyrstu, annarinni, þriðju, né í atkvæðaskýringum í atkvæðagreiðslum. Þannig að Nei, þetta nei, er þetta bara var eitthvað ekki sem tengt við þetta fyrir en að annarkor okkar byrjaði að skrifa um þetta og meðan þurfti að finna sér nýja aftökun. Ég nefnilega fletti þessu upp bara til að rifja þetta upp. Að því Hildur Sverrisdóttir skrifar þarna pistil í Morgunblaðið þar sem hún svona setur þetta í loftið að við höfum bara samþykkt stofnunina, að við værum í raun að gera kröfu að stofnunin er sett á laggirnar með atkvæðum okkar árið 2019. Hver var það sem kom svo með að ég var eiginlega forvígismadur? Já, loftslagsmálana og vondsveður svo alls og en já, ég ætla að nefnda að rifja upp að sko, þú greiddir ekki einu sinni atkvæði með þessu 2019 sko, en samt eru sjálfstæðismennir allir búin að samfæra þessu það að þú sett forvígismaður að málinu. Með hinu sem er allt annað sem er Mannréttindastofnunin, nei hvað heitir þetta aftur? Samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, já. Já, allt annað mál. Ok, ég var ekki einu sinni þáttakandi í því að samþykkja það. Samt einhvern veginn finnaði þér út að ég hljóta að vera eins og Björn Barnason sagði útlendingamann, guðfaðir málsins. Af því þetta er bara orðið svona eitthvað þema hjá þeim. Allt sem að þeir gera af sér, öll þeirra vandamál eru okkur að kenna. Þetta er bara, þau eru einhvern veginn komin í bankarinn og það er ekki alltaf skynsamleg samtöl sem með þessi stað þar sko, þegar
þegar menn eru komnir þangað og svo bara, heyrðu, nú verðum við einhvern veginn að tækla þetta, við erum að finna einhvern krók sem að sko færir málið til. Og svo hérna segja menn einhverja vitleysu eins og í þessu tilviki Mhm. og halda síðan bara áfram að skrifa greinar og mæti í viðtöl og svona grafa sér dýpra í þessa holu. Og Já, já. eins og Brynjar Níelsson sagði hérna þegar hann deildi grein sonarins sko hérna að við ættum nú að hætta að grafa okkur onni í þessa holu og það nefnilega sagði hann það sem var ágætt í Facebook statusnum hans að það ætti þetta að fara varlega í að samþykja svona einhverja risapakka erlendis frá sem að menn færi síðar í að reyna að afleiða alls konar rétt út frá í staðinn fyrir að setja löggjöf um málaflokka hér heima. Og En hverju hvað hafa gerðist? bent á þetta undanfarin ár? Akkúrat. Heyrðu, en hvað gerðist bara í þarsíðustu viku? Ég held að það hafi ekki verið síðustu, það var örugglega í þarsíðustu viku. Heyrðu, þá bara trítlar Guðmundur Ingi Guðbrandsson, starfandi formaður Vinstri grænna sér á kontórin sinn og bara gerist aðili að samningi Sameinuðu þjóðanna félagsleg réttindi, minnum með þetta heiti, það getur verið að vera smá fyrirvara á nafninu. Heyrðu, þetta var ekki einu sinni tekið inn í þingið. Sko, Nei, nei. þannig að sko, Brynjar ætti nú kannski að senda póst á þessa félaga sína, þeir ætti nú kannski að hafa hemil á samráðurum sínum, en miðað við hvernig þeir nálgast þetta mannréttindastofnunarmál, þá kannski engin vilji til þess lengur hjá Sjálfstæðisflokknum. Nei, það verið skorta það. En við getum náttúrulega ekki bara reykt okkur á þingflokk sjálfstæðismanna með að veita okkur fyrirgjafir og efni hérna í þáttinn Mm. og þeir séu duglegir við það, mjög duglegir á mjög sérkennilegan hátt og við gleðumst yfir því og höfum gaman af og vonum að það komi enn einn grein, helst tvær, Mm. fyrir næsta þátt Já. mannréttindastofnun VG og að því þeir vilja að við látum fylgja sögunni Sjálfstæðisflokksins. Uh, en, en þetta sem kemur inn á núna með Guðmund Inga, einmitt annað mál sem við þurfum aðeins að ræða núna á miðju sumri, að þessir stjórnarflokkar hafa ekkert notað tímann til að stilla saman strengi. Þeir Nei, eru það er augljóst. einhvern veginn ennþá algjörlega út og söður. Sjálfstæðisþingflokkurinn í böngarnum og hinn er bara að halda áfram að gera sitt. Þar með talið menntamálaráðherra, eða hvað það er kallað nú til dags, barnamálaráðherra. Já, einmitt. Menntamálin. Þar virðist allt vera í ennþá meiri steik heldur en við blasti fyrir skömmu síðan. Já, og var ekki gott síðast við rættum saman eða þar síðast. Þetta er alveg furðulegt að sjá þetta gerast, að það sé bara engin vilji til að taka á því stórkostlega vandamáli sem að sérstaklega grunnskólakerfið og kannski bara menntakerfið á landinu er komið í og menn bara forherðist og neyti að taka tillit til ábendinga hvernig með gera hlutunum betur. Það virðist vera staðan sem blasir við. Það eru sko, það má eiginlega segja sko að þessi bylgja umræðunar menntamál hafi byrjað með frábæru viðtali við Jón Pétur Símsen, ekki aðstoðarskólameistari Réttarholtsskóla hérna í dagmálu Morgunblaðsins fyrir núna cirka 2 vikum síðan. Já. Og síðan, það er eins og þá hafi verið tekin einhver tappi úr, bara þá fór að fljóta upp svo margt í umræðinu sem að sko kannski ekki hefði blasað við áður eða farið lítið fyrir og manni sýnist allt vera í hershöndum í bestafalli í menntamálum svona, okkar yngsta fólks í höndum Ásmundar Einars Daðasonar. Já. Og engin vilji til að endurskoða hlutina og reyna að læra af reynslunni. En sko hvað sko er einhvers jákvæðs að vænta? Við sjáum bara viðbröðin. Viðskiptaráð var með, já, mér þótti það alveg frábær svona nálgun á stöðuna, það sem Björn Brynjólfur tók svona
tók saman svona það sem blasti við og svona yddaði þau sjónarmið mjög vel áður en hann setti þau fram og það var Mhm. beinlínis bara ráðist að honum fyrir það og sama lenti Stefán Já, Einar ráðherrann Stefánsson gerði það meðal annars, já, já. á Bylgjunni í gær Mhm. og það er eins og sko það bara þeir sem er ekki sko þykja ekki launin sín út á það eitt að vasast í menntamálum barna eða unglinga að aðrir megi bara ekki hafa skoðun á hlutunum það sé og það kann ekki góðri lukka stýra þegar sko þeir sem sko mestu ráða hvernig menntamálinn þróast áfram virðast vera komnir í bönkarinn við hliðin á þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Já, já. Það er í senn undarlegt og dapurlegt að fylgjast með þessu. Hversu lengi heldur við þurfum að búa við þetta í viðbót? Ég er hættur að ríkisstjórnin ætli sér að reyna að skakklappast fram á hausti 2025 en þá líka tekur tíma að vinda ofan að þessu sko. Ef að Já, því já. núna blasir við afstafa manna sko hvað þeir eru forhertir í að sko reyna ekki að laga kerfi til gagns fyrir börnin. Mhm. Það er alveg grafalvarleg staða og það hversu forhertir menn virðast vera finnst mér svona auka líkunar á því að þegar vonandi einhverjir komast að þessu málaflokki á endanum að afloknum næstu kosningum þá verði sko orðið erfiðar að laga hlutina heldur en það væri ef það er gengið til þess verks núna en það eru þetta bara því miður það sem menn setja uppi með þegar kosningar fara eins og þeir fóru síðast. Já, já. Ég er með kenningu um þetta. Þetta vitum við að skólakerfið, menntunin, er fyrst og fremst fyrir börnin. Já, já. Krakkar fá að heyra þetta í skólanum en þeir standa sig ekki í námi. Fyrir hvern heldur þú sérst að læra? Þetta læra fyrir þig. Þannig að það að menntunin fari sem best fram, það er fyrst og fremst fyrir börnin. Það er líka fyrir foreldrana. Að foreldrar geti vita það að börnin sem þeir senda í skólan muni fá góða menntun og ekki vera langt fyrir neðan flest Evrópuríki þegar kemur að samanburði. Nei, akkurat. En kenning mín er þessi. Ég held líka að langflestir kennarar væru mjög til í endurskoðun á þessu fyrirkomulagi og þessu kerfi og það að velta fyrir sér hvort ekki megi gera betur. Því að hverjir fara í þessi störf að verða kennarar? Það er fólk sem er raunverulega, held ég, yfirleitt brenni fyrir þessu að fræða og kenna næstu kynslóðum. Þess að ég mynda mér að langflestir kennarar vilji að starf þeirra skili sem mestum árangri og fyrir vikið að þá verði skoðað hvað betur megi fara. Mhm. En svo einhverjir þarna kallaðir í kerfinu sem bara megi ekki heyra það minnst að í fyrsta lagi að það sé endurmyndið hvernig hlutin eru gerðir, hvað þá að það sé mælt og búið saman hvað skilur árangri. Og ég held að þetta sé ekki gott fyrir börnin, ég held að foreldrarnir sé ekki ánægð með þetta og ég held að flestir kennarar mundu vilja endurmeta það með hvaða hætti hlutin hafa verið gerðir á undanförnum árum. Já, já, en sko svona, ég veit ekki hvað maður kalla það, þeir sem ráða í þessum efnum nú um stundir, þeir virðast því miður ekki nálgast hlutina svona. En ég er Nei, nei. nefnilega alveg sammálaðir að sko allur meiri hluti kennara er örugglega þarna, hvað afstöðu varðar. Þetta er eins og til dæmis með stúdentafélög og mörg svona félög sem er ekkit endilega alltaf að hugsa um sömu hlutina og skjólstæðingar þeirra. Þannig að þessu tilviki lendir ábyrgðin á ráðherrann Já, já, akkurat. sem á að í þessu tilviki liggur ábyrgðin náttúrulega fyrst og fremst hjá ráðherrann samkvæmt stjórnarskrá, samkvæmt forsetúrskurði. Það er hans hlutverk að taka forystu í málinu og bregðast við því þegar að íslensk börn eru að mælast einna lægst í Vestur-Evrópu í samanburði á námsárangri. Akkurat. Þetta er staða sem að ég svona
mig grunar að þetta verði risamál þegar þingið kemur saman nú í september. Svona það sem maður heyrir bara svona á spjalli við fólk á förnum vegi og hérna og svona í þessum spjallgrúpum og þar fram eftir göttunum sko, þá virðist fólki já bara ofbjóða staðan og ég svona skynja það að fólk svona skirrist við þegar elítan í þessum bransa bregst við eins og hún hefur gert núna og virðist svona helst á það til málan að leggja að þeir sem gagnrýna stöðuna veit ekki neitt og kunni ekki neitt. Þetta er alveg furðulegt að menn að bara ákveða að verða snúðugir Já, í akkurat. viðbrögðum við þessu ástandi. Já, En já, ég held, ég að minnst hvort vona sér rétt hjá þér að þetta verði rætt þegar þingið kemur saman. En það er líka undarlegt að menn skuli ekki yfir hásumar bara nota tíman til að reyna að laga hlutina. já, akkurat. En að því hún nefndir ábyrgð ráðherrans að hún væri skýr sem að er auðvitað staðan og það blasir við, þá er komin upp mjög skrítin staða í utanríkisráðuneytinu. Þar Já, var gefin út yfirlýsing sem að mörgum þótti svona sérstök og hérna og ráð er að síða hvernig var aftur tímalínan í þessu hvar kom yfirlýsingin á undan, var það á Twitter-reikningi ráðherrans eða á heimasíðu ráðuneytisins, manstu það? já, hann birtist fyrst á X síðu Þó- utanríkisráðuneytisins, Já, erlendu síðunni já, sem að alveg rétt, það var ráðuneytið þannig, já, akkurat. og hann held ég lítið að frétta af innlendu síðunni en erlenda síðan birtir reglulega færslur hvað Ísland sé að gera góðu hluti og þar kom færsla varðandi þetta hörmungar ástand þarna í Ísrael og Palestínu sem að ráðherrann að því virðist sá svo ástæðu til þess að útskýra nei, það var ráðuneyti held ég sem kom fyrst með tilkynningum það að þetta væri ekki færsla frá þetta væri ekki afstaða ráðherrans, þetta væri afstaða ráðuneytisins. Já, það var það skrýtna sko, því að ráðuneyti eru þetta ekkit annað en skrifstofa ráðherra sko, ráðuneyti hefur Já, enga sjálfstæði stöðu til að gera nokkuð skapaðan hlut nefnum í umboði hans. Þannig að þetta nei, nei, var búið að snúa alltaf haus þarna og maður hefur ekki heyrt neitt í þá verunu að Þórdís Kolbrún hafi gripið til neitt aðgerða vegna þessa. nei, síðast er í gáði þá var þessi færsla sem að ráðherrann tók ekki ábyrgð á en þá inni og þá bara hlýtur mann að spyrja hver ber ábyrgð á ráðuneytinu, hver stýrir utanríkisráðuneytinu. Já, já. Ég bara man og alltaf sko, það náttúrulega var furðu upp að koma í núna undir þinglok þegar sko matvælaráðandi leiðrétti matvælaráðherra en matvælaráðherrann sko gerði svo lítið með þá leiðréttinga að hún sá enga ástæðu til þess að gera það sjálf gagnvart þinginu þar sem hún hafði farið með fleipur og það er Já, svona og síðan sko þetta er og síðan ráðuneyti býtunum við var það ekki hérna það var matvælaráðandi sömu leiðis sem að óði hérna atvinnuveganefnd út af ákveðnum máli. Þetta er allt einhvern veginn að riðlast mjög svona skipulagið og það er dálítið já, eins og sko ráðuneytin virðist vera svona mislesa stöðu sína í stjórnskipun landsins, sem sagt starfsmenn ráðuneytisins. já, þetta er náttúrulega eitthvað sem við margnefnt á undanförnum árum hvernig kerfið sjálft er að taka völdin af lýðræðslega kjörnum fulltrúum og þar með af almenningi og ráðherrar hafa nú yfirleitt látið sér það bara nokkuð vel líka í seinni tíð. En nú erum við komin með þá sérkennilegu stöðu, Bergþór, að við erum með ríkisstjórn þar sem að ráðherrarnir tala hver í sína áttina Já, og þú eru þingmenn stjórnarflokkana, þeir tala líka hver í sína áttina og svo eru starfsmenn ráðuneytanna sem gerir eitthvað allt annað. Hvað kallast þetta? Er þetta ekki stjórnleysi? jú. Uh, Þetta er bara enn eitt atriði þar sem stjórnleysið blasir við okkur. já, eins og
við höfum séð svo oft í því miður stærstu málaflokkunum eins og hælisleitendamálunum sem eru algjörlega einhvern veginn, Já, 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 stjórnlaus eins og meira að segja ráðherrar málaflokksins hafa nú viðurkennt já, já, fleiri en já. einn. Og svo má nú ekki hérna sko gleyma ríkisfjármálum þegar við tölum um stjórnleysi. Og Hörðu, já, það, ég sá að það var nú í þessu tilviki ekki fjármálaráðherrann, þó að fjármálaráðherrar þessari ríkisstjórnar hafi nú reynt að færa ábyrgðina yfir á alla aðra og var ekki félagsmálaráðherrann mættur í það að útskýra að verðbólgan væri öllum öðrum að kenna heldur en jú, 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 jú. ríkisstjórnin. Ég veit ekki hversu sterkur mummi er á svellin í hérna svona umræðum með fjármál en þarna svona hoppaði hann á svona ansi þunnum ís og hérna enda sjáum við þó að það sé kannski ekki ástæði til þess að lesa mikið í svona staka mælingu þá held ég að hljóti nú samt að vera að verðbólgumælingin sem kom núna í vikunni hafi valdið miklum vonbrigðum svo vægt sér til orða tekið. Já, já, sérstaklega í samanburði við önnur lönd, önnur Evrópulönd Já, já, og sá samanburður er ekkert alveg nýr. Ég skrifaði um þetta fyrir einhverjum mánuðum síðan til að reyna að draga það fram hversu mikill munur væri á í hvernig íslenskum stjórnvöldum tækist að eiga við verðbólguna á öðrum löndum og það var algjörlega óháð því hvort að löndin væri með evru eða sína eigin mynt eða hvað sem var. Ástæðan fyrir því að íslensk stjórnvöld er í þessum vanda ennþá með verðbólguna er að þau kunna sér ekki hóf. mm, Þau geta ekki hægt að eyða peningum, að setja lúkurnar í ríkiskassan og með því fóðra verðbólgu bálið. já, já. Og það til dæmis sko fjármálaráðherra og forsætisráðherra svo sem líka, ég kannski aðalega forsætisráðherra, núverandi Bjarni Benediktsson, hafa gert mikið með sko það að að skýrsla hérna IMF, Alþjóða gjaldeyrisjóðsins, væri jákvæð gagnvart stöðu ríkisfjármála á Íslandi. En það er svona valdir hentugir punktar úr skýrslunni þegar verið að setja það fram þannig. Það er nú sömu leiðis komið sérstaklega inn á sko athugasemdir og gagnrýni á það hversu illa ríkissjóði tekist að vinda ofan af viðbótar COVID-útgjöldunum sem að við höfum nú sagt 100 sinnum í ræðum í þinginu að hafi myndað einhvers slags nýtt gólf hvað ríkisútgjöldin varðar. Já, já. Og það eru og fleiri gagnrýni punktar eru þarna inni þannig að og það blasir við að Seðlabankinn er auðvitað að horfa til þess með hvað hætti ríki gengur fram nú styttist í það er ekki nema rúmur mánuður þangað til fjárlagafrumvarp verður lagt fram, kosningafrumvarp og það mun nú svona koma ýmsum á óvart ef að það kemur mikið aðhald fram í fyrsta fjárlagafrumvarpi formanns Framsóknarflokksins. Ég á eftir að sjá það. Já, þessum tímapunkti líka. Já, kosningavetur sko. Já. Sko þetta er dálítið bara ég myndi telja líklegast að fjárlagafrumvarpi verði svona með svipuðum hætti og samgönguáætlunin sem var samþykkt þarna í lok kjörtímabilsins 2016 þar sem að allir átt að fá allt en allt ófjármagnað þannig að enginn fékk neitt á endanum sko. Samgöngumálin eru aldeilis komin upp á yfirborðið núna þetta sumarið. Það er þegar menn fara langleiðina með eyðileggja eitt stykki vegakerfi bara með viðhaldsleysi og trassaskap. Þá endar það þannig. Þetta er alveg rosaleg staða og þetta er ekki að gerast bara núna þó að umræðan sé eiga sér stað núna. Ég held að það sem svona dregur þetta upp á yfirborðið þetta þessi fáránlega staða sem kom upp að það væri lögð fyrir þingi samgönguáætlun af Sigurði Inga meðan hann var ennþá innviðaráðherra og síðan er hann fjármálaráðherra svona við þinglok en samgönguáætlunin er hans og það er lögð fyrir samgönguáætlun sem að þingi bara beinlínis getur ekki samþykkt.
það hefði verið algjört reginhneyksli hefði samgönguáætlunin verið samþykkt eins og hún var lögð fram. Og það var bara svo margþætt, bæði voru þessi ofboðslegar framúrkeyrslur, sérstaklega verkefni í verkefnum á Suðurlandi sem hefðu orðið þess valdandi að það færu, já, beinlínis bara engin alvöru nýframkvæmda verkefni á stað í öðrum kjördæmum landsins á næstu 5 árum, nema þá mögulega í tengslum við samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, sem var síðan hitt risaatriði sem orsakaði að það var ekki hægt að samþykkja samgönguáætlunina að því að það var ekki búið að uppfæra hann og sko það átti að vera búið að uppfæra hann í sko júni, júlí í fyrra, fyrir sko Já, já, ári síðan og það er ekki ennþá búið og það er náttúrulega væntanlega bara af því að það er sko bara tölurnar líti ekki þannig út að neitt treysti sér til að kynna þær. Og svo náttúrulega eru menn byrjaðir að átta sig á því að reksturinn lendir á ríkissjóði og allt það sem við vörðum við á sínum tíma þegar við reyndum að færa vinum okkar í Sjálfstæðisflokknum eins margar sko mörg vopn í vörninni við ríkissjóð í þessu máli og mögulegt var sko sem þurfti beinlínis að sko þvinga upp á þá. Og já, já, og gekk ekkert auðvitað nei. að hjálpa þeim. Og svo virðast bara allir harðhausarnir eins og því var lýst sem átt að stýra þessu, þeir virðast bara allir gangi einhver borgarlínu björg bara á fyrsta degi. Já, það er bara staðan, það er það sem gerðist. Já, já. Við sáum það gerast. En ég er með Morgunblaðið í dag fyrir fram mig og á forsíðunni er stór fyrirsögn, brýnt að Alþingi sé upplýst, milljarða tilfærslur verkefna samgönguáætlunar komu ekki á borð þingsins. Og önnur undir fyrirsögn. Þetta er Bjarni Jónsson sem verið að tala við þannig, eða ekki? Jú, mér syns það. Formaður umhverfis- og samgöngunefndar. Ég treysti mig til að segja að hann hafi staðið sig mjög vel undir lok síðasta þingvetrar hvað það varðar að svona forða okkur frá því að þessi brjálaði samgönguáætlun eins og hún lá fyrir yrði samþykkt, því að hún hefði orðið til raunverulegar óþurftar hefði hún farið óbreytt í gegn. Já, hann reyndist mjög traustur bandamaður í því og já, á bara heiðuskilinn fyrir að stýra nefndinni í höfn hvað þetta varðaði, en seinni undir fyrirsögninni mitt lítur að því sem þú nefndir áðan, þörf á auknu fjármagni og sérstöku átaki vegna viðhaldsstarfar vegakerfisins. Og getur það verið, en hafi bara árum saman gleymt því að það þurfa viðhalda vegum. Það er það sem er staðan. Vegagerðin þetta, en já. Já, sko, það er bara þannig, það var mjög gott viðtal við Sigurð Hannesson, framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins í Bítinu núna í vikunni. Ég man ekki hvaða dag það var. Og ég bara hann er lengi búinn að reyna að benda á mikilvægi þess að vinna. En sko Sigurður hefur verið svo, hann er mjög kurteis maður auðvitað og þannig að hann hefur svona alltaf reynt að svona sigla báruna þannig að enginn stuðaðist, en nú bara virðist honum vera ofboðið að og þetta viðtal við hann ég er nú að reyna að fletta þessu upp hvaða dag þetta var, þetta ég myndi skjóta að þetta hafi verið á þriðjudagsmorguninn. Já. Á þriðjudagsmorguninn myndi ég halda og nei, þetta var á miðvikudagsmorguninn, ég var í fánaviðtalinu á þriðjudagsmorguninn, já, hann hefur verið í viðtalinu á miðvikudagsmorguninn og þarna voru svona hanskandi teknir af og þetta talað af mikilli þekkingu og skilningu í þessum efnum og einkunnin sem að ríkisstjórnin og ráðherrarnir fengu, hún var ekki glæsileg. Það Nei. Og þetta ekki tilefni til. Það ber alltaf saman brunni. Peningum er eitt, en þeim er ekki eitt í skynsamlega fjárfestingar í samræmi við það sem að tilefni til. Þeim er ekki eitt í viðhald. Þeim er eitt í einhvað sem engin reyndar hefur enn komist að hvað er, en maður hefur grunum að sé svona frekar hluti til að sýnast. En stærsta ráðgátan við þessa ríkisstjórn, þessa sérkennilegu ríkisstjórn, er auðvitað hvernig henni tókst að slá öll met í útgjöldum ríkisins ítrekkað og fá ekkert fyrir það. Að vera núna með ónýtt vegakerfi sem að viðhald hefur ekki verið sinnt.
að vera með Það, biðlistan í heilbrigðiskerfinu eins og þeir eru. já, já. Og staðan í menntakerfinu og bara það er sama Já, hvert hort er, sko. Þegar já, ég rendi hérna út í Stykkishólm núna í byrjun vikunar, sko, þá bara þegar maður fer sko, Kaldármelana og víðar, sko, þessir vegir eru farnir, sko. Við sjáum bara í Dölunum er verið að fletta bundum slitlagi af vegum og gera það aftur að malarvegum, bara því að það er talið óforsvaranlegt að hafa þá eins og þeir eru. Þetta er staða sem er algjört hneyksli, sko. já, já. Og það á náttúrulega engin meira í þessu heldur en Framsóknarflokkurinn sem er nú að koma á daginn að er ekki kletturinn í hafinu heldur hólan í veginum. Það hefur reynst gera þannig. Og við þessar aðstæður eru menn að reyna að stunda landbúnað og það er sótt að þeim úr öllum áttum. Menn er að reyna að byggja einhvað upp á landsbyðinni og lítillar hjálpar að vænta frá ríkinu. Þannig að nú eru menn eins og Guðmundur Fertram núna með Vestfirðina. Það er bara mjög áhugavert Já, verkefni sem farnir hann er að að komast að. bara taka þetta í eigin hendur og reyna að setja af stað einhverju uppbyggingu á sínu svæði. Já, já, já. Þetta er það er alveg til fyrirmyndar en auðvitað sorglegt á sama tíma að sko aðilar sem átta sig svona gjörla og mikilvægi góðra samgangna þeim fallist hendur með svona augljósum hætti að Mhm. það hvarflar ekki annað að mér en að Guðmundur Fertram hafi átt fundi með ráðamönnum í samgöngumálum þessa þætti og Já, ég meina hann allavega reyndi meðal hans opinberlega að benda þeim á eitt og annað sem betur mætti fara já, já, og vara þá meðal hans við eins og við höfum nú reynt að gera líka borgarlínuruglun og öllu þessu en líklega hafa viðbröðin ekki verið meira en svo að hann hafi bara hugsað sem svo ég vil bara sjálfur að reyna að já, já, gera akkurat. eitthvað í þessu. Það er auðvitað alveg til fyrirmyndar að menn eins og hann taki slíkt verkefni upp á sína arma Já, en jafn svekkjandi er að menn upplifi það nauðsynlegt til að koma málum áfram og inn í umræðuna sko. já, Mm. Þetta er svona þetta er annað mál sem að ég held að muni sko og þetta er það er nú pirrað mig alveg síðan ég kom inn á þing að hversu sko lítill áhugi virðist í raun vera á samgöngumálum nema bara rétt í kringum þegar við erum að ræða sko endurnýjun samgönguáætlunar hverju sinni sem er svona jafnað á 3 ára fresti. En ég held að þetta verði já, svona að því nú bara blasir ástandi við, bara fólk er að keyra þessa sko vegi sem að hafa grotnað niður og orðnir raunverulega ónýtir, alvarlegum slysum og banaslysum hefur fjölgað, þannig að áberandi skýrslur rannsóknarnefndar umferðarslysa bera að þér virðist svona dálítið af þeim sama brunni að ástand vegakerfisins í orðin svona afgerandi þáttur í þessum í þessum efnum. Þannig að ég held að þetta sé mál sem að ríkisstjórninni mun ekki takast að svona lempa þannig að það sofni aftur. Bara staðan er svo grafalvarleg og það er auðvitað algjört reginhneksli að menn hafi leyft þessari risafjárfestingu sem vegakerfi landsins er að fara þannig að það er bara allsendis óvíst sko hvort menn yfir höfuð ná í skottið á sér aftur nema með einhverju sko risa átæki í viðhaldsmálum. já, Mér minnir að Sigurður Hannesson hafi nefnt þá tölu sem passar við það sem ég var með svona í minninu að það sé það bil 5 milljarðar á ári sem vantar í viðhald vegakerfisins til að halda í horfinu. Ekki til að ná í skottið á sér, bara til að halda í horfinu. Og þannig hefur staðan verið sko langa hríð. Þannig að þetta eru rosalegu tölur uppsafnaða viðhaldsþörfin sko. En þetta líka tengist því sem við nefnum svo oft þessum þáttum því að menn eru allir í yfirborðsmennskunni og ekki að líta á innihaldið eins og það að fara að blanda einhverju sólblóma olíu eða hvað hann er í malbyggið Já, já. sem er bara til tjóns ef ekki beinilins mjög hættulegt
það er að því að hugurinn er annars staðar. Það eru óútugsuð markmið sem eru æðri því að hafa hlutina í lagi. Já, já, akkurat. Þetta verður, við verðum á vaktinni gagnvart þessu þegar þingi kemur saman í september. Jöp. Heyrðu, en er ekki, er eitthvað fleira sem við, ættum að nefna núna? Já, við verum auðvitað, nefna það að nú styttist í, sérþáttin okkar umhverfismálin og 150 atriða, aðgerðaráætlun Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, loftslagsráðherra. Já, ég sá að þú boðar að hann muni birtast 1. ágúst, er það ekki? Já, akkurat. Við höldum því tímaviðmiði en undirbúum áhörundur undir að það gæti nú kannski bara því að vegna umfangs þá er möguleikjan hneykist til nokkra klukkutíma en við reynum að halda takt enga síður sko. En við erum nú tvisvar búin að synga hérna í röð. Já, það er rétt. Við eiginlega verðum að biðjast afsökunar á því. Við erum að taka upp á seint á föstudagskvöldi, þannig að þátturinn fer nú væntanlega ekki í lofti fyrr en á laugardagsmorgni og í síðustu viku voru á föstudegi sömuleiðis, þannig að við verðum að setja okkur í stand og koma 150 atriða þættinum út á réttum tíma. En það var athyglisvert fyrir þá sem ætla að skrifa umsagnir málið að það er búið að lengja umsagnarfrestinum heilar 5 vikur. Umsagnarfresturinn hann átti að klárast 18. ágúst en það er búið að framlengja hann til 22. september ef ég man dagsetninguna rétt. Allavega þarna fram yfir miðjan september, 5 vikur. Og það er ímyndaði mér að hafi nú séu viðbrögð við gagnrýni á að ætla að láta svona risamál sem að mun setja alveg gríðarlega kvaðir og kostnað á heimil og fyrirtæki landsins að umsagnarferli sé í gangi yfir hásumarið. Það er auðvitað ekki boðlegt sko. Það ætti nú eiginlega að banna þessum ráðuneytum og ráðherrum að vera með flókin mál og í umsögn í júlí. Fólk er bara að gera annað og við þurfum að gera óþarflega mikið af því að njóta rigningarinnar á suðvesturhorninu núna. Þá er fólk enga síður í fríum og ætti að fá aðeins tækifæri til þess að þurfa ekki að eyða fríunum sínum í að fara í gegnum svona deleringar eins og að íhuga það að banna skráningu dísel og bensínbifreið eftir nokkur ár og hraða hér enn á færibandinu hvað innleiðingar frá Brussel varðar. Það er ekki eins og ráðuneytin sé að nýta tíma til að brúa inn svörum við fyrirspurnum í júlí og ágúst. Nei, en nú er að koma ágúst og það er ekki enn komið eitt einasta svar við fyrirspurnum sem lágu ósvaraðar hvað mig varðar við þinglok. Ég held ég sé ekki að mér hafi gefið sér sneitt tölvupústur í því samhengi. En allavega hlustundur hafa þá meiri tíma til að senda inn athugasemdir eftir að þeir hlýða á 1. ágúst-þáttinn. Já. Það sem þú ert búin að undirbúa þig mjög vel, þú hefur sagt mér og hlustundur frá því, þú ert búin að lesa þetta allt. Já, eitt hlut eftir, þannig að þetta er að verða komið. Ég verð búinn með það að þetta er náttúrulega 260 blaðsíður og ekki allt gleðiefni. Já, það er örugglega skemmtilega að lesa 260 blaðsíður af Alistair MacLean heldur þessu, en ég þakka þér fyrir að leggja þetta á þig. Þetta er svona. Heyrðu, en við segjum þetta gott í dag, kæru áhorfendur, takk fyrir að hlusta og við heyrumst aftur á viku liðinni með sérþáttum loftslagsmálin og ég ætla að vera hér nokkra dagi viðbútt með fjölskyldunni í Stykkishólmi og Sigmundur Davíð, þú ert fyrir austan fjallið, það ekki? Já, ég er í Biskupstungum og ég er bara mjög glaður að heyra að þú hefur ekkert til að nöldra yfir, það er ekkert nöldurhorn. Já, það er þá ekki nema svona þó að það sé búið að vera þurrt núna í dag og í gær, alveg æðislegt veður í gær, en þá er fullmikil rigning í kortónum sýnis mér svona þá daga sem við ætluðum að vera hérna, sem eftir eru. Já, og ef ég ætla að nefna eitthvað þá er það lúsmýið. Já, það er búið að læsa sér í svæðið hjá þér. Það er ekki komið á Snæfellsnes, er það ekki bara alls staðar annars staðar? Jú, ég held að það sé þannig. Við erum ennþá í lagi, sko. Ég var alltaf hræddur við kóngulær og er það enn. En nú eru þeir eiginlega orðnar svona hálfgerðir vinir mínir af því að ég líti á þeir sem bandamenn í baráttinu við lúsmýið. Já. Þannig var ég sérstaklega að passa upp á stóran kóngulærþráð sem var búið að vefa hérna
Já, uh, einmitt. í dag. Þú og Skemma hann Laufey, eitthvað. þú og Laufey þyrftu að eiga samtal um nýtilkomna ástína og kóngulóm. Það, hérna, en ég eftir á móti svona til að mattsa það, sko, vildi ég frekar mæta grenjandi ljóni heldur en vespu. Ég er með mikla Já, fóbíu fyrir þeim. Þannig að eðlilega. hérna, mm, en fagna því mjög að lúsmíði sé ekki mætt á Snæfellsnesið og ætla að njóta Já, hvers árs sem að þær láta okkur vera hérna. síðast út við. Mm. Heyrðu, en við segjum þetta gott í dag. Takk fyrir að hlusta, kæru áhorfendur. Heyrumst að vikuliðinni. Bless, bless. Takk fyrir, bless.